Sparisjóðurinn í Keflavík lánaði tæplega 80 einkahlutafélögum og einstaklingum á annan tug milljarða króna, nánast í blindni, án haldbærra veða eða trygginga. Upplýsingar vantar mörg lánana í bókum sjóðsins. Sparisjóðurinn í Keflavík lánaði fram til ársins 2008 á annan tug milljarða króna til tæplega 80 einkahlutafélög og einstaklinga, án haldbærra veða eða trygginga. 7,5 milljarð króna vantar upp á svo tryggingar standi undir lánunum. Fyrrverandi bæjarfulltrúi í Reykjanesbæ og félög tengd honum fengu tæplega 600 milljónir króna að láni hjá sjóðunum án tryggra veða. Útlánastefna Sparisjóðsins í Keflavík fær falleinkunn í kolsvartri skýrslu fjármálaeftirlitsins sem unnin var í september árið 2008 mánuði fyrir bankahrun. Hvorki hafi verið til heildstæða reglur útlán í áhættustýringu, einungis sum lán hafi farið fyrir lánanefnd og henni hafi ekki verið kunnugt lán sem þáverandi sparisjóðsstjóri skrifaði upp á. Þá var útlánasafnið metið vafasamt, en við skoðun fjármálaeftirlitsins á því kom í ljós að ýmis lánagögn vantaði, svo sem lánsumsóknir, lánssamninga og lánveitingaskjöl og upplýsingar trygginga fyrir lánunum. Þá gerir fjármálaeftirlitið alvarlegar athugasemdir við að hvorki hafi verið skráðar reglur veðköll, né hafi regluleg álagspróf verið framkvæmd á útlánasafninu og aðeins einn maður hafi séð áhættustýringuna. Fjármálaeftirlitið skoðaði tæplega 80 lánveitingar til einkahlutafélaga og einstaklinga upp á ríflega 11 milljarða króna. Lánin voru oft veitt gegn lélegum veðum og þá í stofnfjárbréfum og í mörgum tilfellum á nokkurra trygginga. Salt Investments EHF félagi í eigu Róberts Wessman fékk til að mynda ríflega 300 milljónir króna að láni í sjóðnum án trygginga. 2 önnur félög í eigu Róberts fengu 180 milljónir króna að láni með hlutabréf í Æsbank að veði á öðrum veðrétti, en hlutabréfin voru verðlaus þegar skýrsla fjármálaeftirlitsins var gerð. Fjölmörg dæmi 20 milljóna króna lán til einstaklinga án haldbærra veða. Þeirra á meðal Steinþór Jónsson, þáverandi bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks í Reykjanesbæ, sem fékk lánaðar 107 milljónir króna á nokkurra trygginga. Samkvæmt skýrslu fjármálaeftirlitsins skuldaði einkahlutafélagið Bergið EHF, sem var í eigu Steinþórs í lok árs 2008, 370 milljónir króna vegna láns frá sjóðnum, með verðlaus hlutabréf í Æsbank að veði. Einkahlutafélagið Base EHF, sem stóð fyrir uppbyggingu á gamla varnarsvæðinu á Miðnesheiði og nú gjaldþrota, fékk 120 milljónir króna að láni frá Sparisjóðnum í Keflavík án nokkurra trygginga, en Steinþór var framkvæmdastjóri félagsins og átti hluti því gegnum félag sitt Hótel Keflavík EHF. Steinþór og félög tengd honum fengu því lánaðar tæplega 600 milljónir króna án tryggra veða. Þá fengu félög tengd Grími Karli Sæmundsen, fyrrverandi stjórnarformanni Æsbank, 730 milljónir króna að láni með nánast verðlausum veðum. Stærsta lánveitingin var til einkahlutafélagsins SM1 EHF upp á 370 milljónir króna með stofnbréf í Æsbank að veði og öðrum veðrétti, en einkahlutafélagið Suðurnesjamenn EHF var þá eigandi félagsins og Grímur framkvæmdastjóri. Að lokum skal nefna að sonur Geirmundar Kristinssonar, þáverandi sparisjóðsstjóra, fékk 58 milljónir króna að láni hjá sjóðnum gegn 17 milljóna króna veði í íbúð í Reykjavík á 5. veðrétti. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur lítil breyting orðið á skuldastöðu fyrrgreindra frá því að skýrsla fjármálaeftirlitsins var gerð og þar til sparisjóðurinn féll í apríl og ný stjórn tók við. Sparisjóður Keflavíkur var komin í þrot ári áður en fjármálaeftirlitið tók hann yfir. Sjóðurinn fékk 14 sinnum frest til að bjarga málunum. Sparisjóður Keflavíkur fékk ítrekað frest til að bæta eiginfjárstöðu sína árið áður en fjármálaeftirlitið tók hann yfir. Lítið sem ekkert mun fást upp í 36 milljarða kröfur. Fjármálaeftirlitið gerði alvarlegar athugasemdir við stöðuna hjá Sparisjóði Keflavíkur í september 2008 eins og við greindum frá í vikunni. 1,5 ári áður en sjóðurinn var tekin yfir. Reglur voru þverbrotnar á öllum stigum og stjórn Sparisjóðsins steinsvaf á verðinum, útlán voru oft með lélegum tryggingum ef nokkrum og áhættan vanmetin eins og rakið hefur verið í fréttum. Vorið 2009 var ljóst að eigið féð var langt undir mörkum og að sjóðurinn gat ekki staðið við skuldbindingar sínar. Þessi dökkamynd var yfirvöldum dagsljós. Fjármálaeftirlitið sendi Sparisjóðnum í Keflavík bréf og krafðist úrbóta og veitti nokkurra vikna frest. Þetta var í maí 2009. Fresturinn var svo framlengdur í júní, júlí, í ágúst, september, október, nóvember og desember. Staðan var lítið breytt áramótin og fresturinn var áfram framlengdur í janúar 2010, febrúar og mars. Það var svo í apríl sem fjármálaeftirlitið loks tók Sparisjóðinn í Keflavík yfir. Þá hafði þessi frestur verið veittur samtals 14 sinnum.
Stofnfjáreigendur hafa tapað öllu sínu. Kröfur í búið nema 36 milljörðum króna og ljóst að lítið sem ekkert fæst upp í þær. Ríkið ætlar hins vegar að bjarga sparisjóðnum í Keflavík og leggja honum til 14 milljarða króna af skattfé.